Kalli veit ekki mig, segir. Það er rétt, ég veit ekki þig. Ég veit að, jú, þjóðþekktur listamaður og málari. Já, þú veist ekki mig, það skiptir ekkert máli. Það skiptir og þú veitir þú allan að pínu lítið það sem maður hefur verið að gera undanfarið 30 ár. Nei, ég þarf ekkert að vita það. Ég þarf að vita hvað þú ert að hugsa núna. Hvað er ég að hugsa núna? Já, ég nenni ekkert ég er gaman að hlusta á gömul lög sem þú samtir fyrir 35 árum. En mér langar að hvað eru þið að hugsa í dag? Það hvað eru margir svona sweet talkarar konur upp í samfélaginu. Hér lekur lygin út úr hvers manns kjafti. Alhæfingarnar algjörlega þar ríða húsum, sko. Og þjóðfélagið komið siðferðilega, hugarfarslega í mjög mikla látið. Það sem að gerast það að fréttamenn og margir þeir sem fjalla þjóðfélagið eins og tala meira í alhæfingum heldur en staðreyndum. Og staðreyndin sú að hér kom, fólki kausið yfir sig, hér kom ríkisstjórn Ingu sem að þú meðal annars studdir og hefur alltaf stutt, Halldór Ásgrímsson, Davíð Oddsson, hvað gerðu þeir? Beint framhald af því þegar Davíð kemur inn, þá Halldór búinn að búa til kvótakerfi í samráði við hagsmunaaðila í sjávarútvegi, ekki í samráði við stjórnmálamenn eða þjóðfélagið. Þetta getur að lesa í 3. bindi ævisögu Steingríms Hermannssonar á fyrstu blaðsíðunum. Þetta history. Við langar að vita hvað er í dag. Já, það gerðist. Ég að tala hvað gerðist. Sko, það hvað er það þarf að rannsaka þetta aftur í tíman. Það þarf að koma önnur rannsóknarnefnd Alþingis og taka bankahrunið og einkavæðinguna fyrir og það þarf að taka þessa menn eins og Davíð Oddsson, Halldór Ásgrímsson og láta þá svara til saka fyrir hvað þeir hafa gert. En þið, fjölmiðlamenn sem styðjið á einu og öllu, þið skautið alltaf fram í þessu. Góður punktur. En hvað þú að hugsa í dag? Ég meina, fyrir utan þessa bók Bankastræti núna.